Já, komið sælir áhorfendur góðir og verið velkomin í KA TV. Hér að hefjast fyrsti leikur hér í KA-milunum í Ólísdeild karla í vetur. KA gegn nýliðum Víkings. Fáum vonandi hörkuleik. KA-lið með 2 stig eftir fyrsta leikinn þegar unnu hína nýliðana. Lið HK fyrir sunnan. En nú komið að því að við spilum gegn hinum nýliðunum og það hér á heimavelli og ég veit að það er mikil eftirvænting fyrir því að við mætum hérna loksins í KA-milið aftur. KA Þór vann góðan sigur í sínu fyrsta heimaleik þegar að unnu IBVF og vonandi strákarnir fylgir því eftir, en við skulum byrja á að kíkja á lið gestana. Kemur hérna í númer 1. Jóhann Kukobat, velkomin aftur. Jóhann, geggjaður Jóhann Kukobat og með honum í markinu nummer 12 Einar Magnússon. Útileikmenn er nummer 2 Guðjón Ágústsson, 4 Benedikt Elvar Skarphéðinsson, 5 Arnar Gauti Grettisson, 8 Arnar Steinn Arnarsson, nummer 9 Halldór Ingi Óskarsson, nummer 10 Sturmi Sigurðarsson, 11 Jóhann Reynir Gunnlaugsson, nummer 17 Ólafur Guðni Eiríksson, nummer 19 Logi Ágústsson, 21 Jón Hjálmarsson, 27 Gísli Jörgen Gíslason, 33 Jóhannes Berg Andrason, 42 Hjalti Már Hjaltason og 54 Arnar Huginn Ingarsson og þjálfari Víkings sjálfsög Jón Gunnlaugur Vikársson. Og verður áhugavert að sjá hvernig Víkingarnir koma til leiks. Þeir eru svolítið óvænt í Ólísdeildinni en virkilega mikið hrós á Víking að taka sætið sem Kría skildi eftir og líka það að þeir hafi tekið þessa fullri alvöru og styrkt liðið og verður virkilega áhugavert að sjá hvernig þeir ná reiða sig af hér í vetur. En kíkjum á lið KA. Virkilega skemmtileg stemning komin í KA-lið. Margir áhorfendur hérna undir stúkunni. Við sjáum ekki mynd en það heyrist vel í þeim. Hérna sjáum við í markinu Nikolas Satsvel kom með 28 af hann skotið fyrstu 2 leikjum tímabelsins. Fyrst gegn Stjörnunni í bikarnum og síðan gegn HK hér á dögunum. Og með hann í markinu er Bruno Bernat á ennþá eftir að fá að spila samanlega. Niklas bara verið öflugur. Eins og númer 3 Óðinn Þór Ríkarsson skoraði þetta ótrúlega mark gegn Stjörnunni á dögunum sem við rifjum upp á okkar miðlum í dag. Geggjaður gæi og verður vægasagt spenningur hjá áhorfendum hvort hann kom með einhverja aðra skrautveislu hér í kvöld. Númer 4 Patrekur Stefánsson kom með 8 mörk í þessum fyrstu 2 leikjum. Númer 6 Arnór Ísak Hallsson, hann búinn að koma sterkur inn þannig að fengið tækifærið. Ungur efnilegur strákur sem hrikalega kvikur öflugur. Númer 11 Ólafur Gústafsson mættur aftur eftir smá meiðsli. Það er vonandi að vera alltaf heill núna. Númer 13 Einar Rafn Eiðsson, það er komið að því. Einar Rafn í gulu í KA-milunu. Ég veit að keppnin er búinn að bíða spenntur eftir þessu. Geggjaður gæi, 14 mörk kominn, þau verða mikið fyrir í vetur. Númer 17 Pætur Mikkelsson, nýju línumaður frá Færeyjum, færeyskur landsmaður, öflugur strákur, verður gaman að fylgjast með honum. Með 21 Jón Heiðar Sigurðsson, kominn með 13 mörk, þar með 10 gegn Stjörnunni. Gæi sem er vanur að leggja fyrir aðra en nýtti það heldur betur í fyrsta leiknum. Sjáum 22 Arnar Freyr Ársælsson, geggjaður nýr gæi vinstri hjá okkur, kom frá FH, frábær varnarmaður en líka öflugur að nýta færin sinni í horninu. 25 Allan Norberg, hann byrjar að spila hægra horn og hægri skipti hjá okkur og verður ákveðt að sjá hvort hlutverkið hann mun spila meira í vetur. 28 Einar Birgir Stefánsson sá danski á línunni, geggjaður gæi, bæta sig mikið, finnst mér núna síðustu árin. Og 33 Jóhann Geir Sævarsson í vinstri horninu, 41 Haraldur Bóti Heimisson, 44 Raddarsteinn Njálsson og 77 Jóhann Einarsson. Leikurinn bara að fara að byrja, við þurfum að drífa þetta af. Og Jonni svo að sjálfsögðu þjálfari KA ásamt Sverre Andreas Jakobssoni og þeim til aðstofari Egill Ármann Kristinsson og Árni Björn Þórarinsson. Það er KA sem byrjar. Og þetta er farið af stað. Ég segi KA byrjar í sókn. Í vinstri horninu er Jóhann Geir Sævarsson, í vinstri skyttu Patrekur Stefánsson, miðjunni Jón Heiðar Sigurðsson, hægri skyttu Einar Rafn Eiðsson, hægra horni Óðinn Þór Ríkarsson og á línunni Einar Birgir Stefánsson.
Arnar Freyr hefur verið eitthvað aðeins tæpur með veikindi undanfæri, þannig að Jói byrjar, en við viljum örugglega sjá hann hérna, en sjáu þessa byrjun, Patrekur Stefánsson losnar hann og hann smellir hann upp í skeytin. Jóhann Kúkubát, hans fyrrum félagi, sá ekki við hann hana. Og koma gestirnir í sína fyrsta sókn, 1-0 fyrir K.A. Já, það líst vel á flott stemning í K-mælinu. Og þetta séu allir sammála það að byrja þetta á sigri hér í K-mælinu, svo mikið að nýta heimavöllinn vel. Jóhann með þetta hörkuskot og skorar Jóhann Reynir. Frábær skytta og það má ekki bjóða svona skotfæri, hann nýtir þau nær ávallt. Hrikalega sterkt fyrir Víkinguna að vera með Jóhann sínum röðum. Við erum svona tippa nú á það að hann verði þeirra markaðistur í vetur. Það mun komið ljós. Næja, önnur sókn K.A. Óðinn leysir inn, Patti Lórsson fyrir Einar Rafn og dæmdur hérna boltinn af Patta. Víkingar geta því náð fórustinu hérna. Dómarar í dag þeir Þorleifur Árni Björnsson og Ramonas Mikalónis. Jóhann keyrir á þetta losaða boltann, en fín færsla þarna Jón Heiðar með flotta vörn. Og hann að brjóta þarna á honum Jóhannes Berg. Það vilja sérst á hendinu upp á stúkunni, það er flott, það verður smá press á dómurunum. Fínt skot sem að Einar Birgir nær að klasa í og svo Niklas Satsfell í kjölfarið. Já. Getur oft verið erfitt að mæta nýliðum í þessar fyrstu umferðum þegar þeir eru ennþá rosalega grimmir í að sýna sig. Þetta skot frá Einar Rafni framhjá. Og sendi ekki fram, frábærar Jóhann Kúkubát, en þetta var ekki gott skot hins vegar. Gerði vel í að fá Niklas til að setja hendurna niður, hann Arnar, en setti boltann hátt yfir markið. Þetta var ekki alveg ideal. K.A. fær aftur sénsinn á að endur þetta fórustuna. En ég ætla að segja að það getur oft verið erfitt að mæta nýliðunum í fyrstu umferðunum. K.A. fær HK og Víking í þessu tveimur leikjunum. Vonandi að við komumst út úr því með 4 stig. Náðum alltaf að klára HK tiltölulega sannfærandi. Svo HK var vissulega náða að laga stöðuna nokkuð undir lokinn. Þannig missum við boltan, slöksending frá Patta. Ekkert dæmt. Það verður brotið á Einari Birgi. Og K.A. núna komið með markað fyrir 3,3 mínútur sem við sjáum í vinstra horninu. Þetta leikurinn aðeins erfiður hjá okkur. Sem búast við baráttuleik. Það er rosalega gott að ná að slíta sig frá gestunum til að stemma. Gefa hann ekki blóðtennurnar. Kemur skotar á Jóhanni, frábær varsla hjá Niklas, en frákastið endar hjá honum Hjalta Má á línunni. Brotið á honum í kjölfarið og Víkingur halda boltanum. Jóhann losar hann ákveðis færsla bolta þarna, en Niklas Satsfell gerir þetta vel. Hann er að byrja að leikina krafti hérna. Og svo mikill hasar á línunni og guldspjald á Jóhann Reyni. Sjáum það hér. Já, við bíðum ennþá eftir næsta marki hérna. Marka þau báðum einn eins og við sjáum. Niklas Satsfell að byrja þetta virkilega vel, sem er gott. Og Einar Rafn hendur þarna í smá vandræðum. Það er aukastið að lokum. Skiptir okkur við það miklu máli, við náum að virka Einar mikið. Það er svona hætt við að verði svolítið skipt á hann í vetur.
Þetta frábær skytta. Jón Heiðar með skot sem varið af Jóhann Kukubat, frákastið hjá Einari Birgi og Einar Birgi skorar. Þetta gerði hann virkilega vel. Lúrði þarna línunni, náði frákastinu og kom boltanum fram hjá Jóhann í markinu. 2-1 fyrir KA. Heldum að áfram inn í KA tífur að bæta aðeins í umgjörinu hjá okkur. Ætlum að reyna að sína meira frá með enda meiri tölfræði hjá leikmönnum. Hérna dæmt lína á hann Óðinn, nei Hjalta fyrir ekki, Hjalta Má. Og Patti brottið honum. Sex mínútur eftir að liðnar á þessu. KA með boltan. Ég segi, vorum í svona lengstum í fyrra áleik. Vandræði með að losa okkur við HK-liðið. Síðan var þetta orðið ansið samvartið þeirra leið á fyrra áleikinu og sérstaklega svo upp að setni. Og hérna er 2 mínútna brotthúsin á Jóhann Reyni. Já. Tók full fast á Einari Birgi þarna og ég er þessi hárrétt. Vel gert hjá Ramónas Mikalónis að sjá þetta. Og hann hendir Jóhanni Reyni út af í fyrstu brotthúsin leiksins. Þá kemur til leiks Haraldur Bolli Heimisson á línuna KA. Halli, ungur og efnilegur strákur. Hefur nýtt sénsina vel sem hann fengi núna á undirbúrstímabilinu. Þannig að vonandi að hann gerist ekki saman núna í alvörunni í Ólisteildinni. Og þetta er vel klárað. Já. Við höfum boltan vinna vel þarna, manni fleiri, opnum vinstra hornið og virkilega vel klárað Jóhann Geir. Jóhann Geir Sævarsson. Komin að blaða hérna. Og Víkingarnir spila með Jóhann áhverjum markinu. Þeir spila bara manni færri. Ég ber alltaf virðingu fyrir liðin sem að gera það áfram. Spila bara með markmann áhverjum markinu. Fín vörn hjá Ragga hana. En Víkingarnir vilja alltaf eðlilega taka langa sókn. Þannig að geta eins mikið þau geta af brotthúsunni. Patti nær hérna. Stöðva Jóhannes Berg á endanum. Lítið að vera, kemur höndinu upp. Jájá, þeir eru klókir gestirnir fyrir að geta hressilega upp brotthúsununa hérna. Það er ennþá 5 sendingar eftir, hann verður eins og sækja eitthvað á markið. Kemur skotið, það er beint á Niklas. Niklas tekur þetta og brotið á Ragga í kjölfarið. Fínn varnarleikur, við eigum ennþá tíma til þess að refsa manni fleiri. Einar er frábæra fintu. Hvað er vítið? Já. Frábær hreyfing hjá honum. Og guldspjald á bekkinn hjá gestunum. Þetta var bara hárréttur dómur. Einar með svakalega einfalda fintu rífur sig í gang og í gegn fyrirgefið og fær vítið fyrir svo sjálfur punktinn. Það gerir hann gegn Jóhann Kukubat. Já, klárar þetta vel. Og staðan er 4-1 fyrir KA. 3 mörk í raununa eftir sóknarleikur var hann bröðsugur á fyrstu mínútunum. Og þá taka gestinni leikhlé. Já, þetta er bara virkilega flottur kafli núna hjá okkur. Og KA leiðir 4-1 eftir rétt tæpar 9 mínútna leik og það er strax komið fyrsta leiklið. Sjáum þetta markafurðina hjá Víkingum, 7,5 mínúta. Já. Það sjáum við mörkin
Patrekur Stefánsson, Einar Rafn, Einar Birgir og Jóhann Geir með mörkin fyrir KA og svo Jóhann Reynir fyrir gestina. Jóhann Reynir búinn að vera ábyrgandi fyrir gestina, búinn að skora guldspjald og 2 mínútur. En hann er mættur aftur. Brottvísunin búinn. KA vann hennan kafla 2-0, manni fleiri, og það er rosalega mikilvægt að nýta það vel að varða manni fleiri. Það er ekki alltaf gengið nægilega vel hjá okkur, en þetta var flottur kafli. Við vantum að byggja þessu í vetur. Við höfum oft verið rosalega góð manni færri. Það er svo líka mikilvægt, en ekstra mikilvægt að vera góður manni fleiri. Fínn varðleikur hjá Einari Rafni. Eins og það er virkilega gaman að sjá Einar Rafn hér í KA-miðlunni í gulu treyjunni. Og kemur Barbarzinski, þetta er klárlega vítakast. Og guldspjald á Patrik Stefánsson. Það var vel gert hjá Jóhannesberg, hann kom á flegiferð, fekk boltan á röndutíma, getur að segja vítið og frábærlega klárað. Já, Arnar Huginn vippar þarna yfir Nikla sem var komið framalega í markinu og nær að höggva á hnútinn. Jæja, KA með boltan. Við þurfum aftur að spila 6-6. Þetta öllu fyrir Víkingi verður alltaf að ná einhverjum stigum í vetur. Þeir spilu öflugan varnarleik og Jóhann Kúkbjörn þar aftan og Jóhann einmitt sem var að nefna með flotta vörslu frá Einar Rafni, en við fáum innkastið og við höldum boltanum. Það er með lítið óvart að Jóhann myndi eiga góðan leik hér í dag. Jóhann mikill stemningsmarkvörður og hann er alveg örugglega að sýna sig hérna gegn sínu fyrrum félagi, skotið í slána frá Patriki Stefánssoni og boltinn festist svo upp í netinu í loftinu. Þannig að Víkingarnir eiga hennar bolta. Já, svo sem ágætið sótti á okkur. Einar Rafn kom sér þannig í fínt verið, hann kom sér í gegn, en Jóhann sá við honum og svo þetta skot frá Patta í slána út. Við þurfum bara að halda áfram. Það lítur fínt út. En eins og ég segi, ef að Víkingarnir ætla að eiga möguleika á því að halda sæti sinni í deildina bestu, þá skiptir öllu máli að þeir spili öflugan varnarleik og Jóhann Kúkbjörn verði stöðugur í vetur. Boltinn á línuna og þetta er aukast, hann er ekki að snúa, hann Hjalti, en þetta er bara rétt, en var ansi nálægt í að fá vítið þarna. Já. Jóhannesberg aðeins að láta finna fyrir sér, en Patti að stoppa þessu sinni. Jóhann Reynir, þetta er vel gert hjá Niklas, hann er bara mættur og bent svo lína á Jóa í kjölfarið. Hann var aðeins á eftir að taka hann bolta, hann var búinn að koma sér í stöðu og myndi fá frákastið, en hann var aðeins á eftir bolta en þannig teiknum þetta er rétt. En frábær varsla á Niklas Satsvel, sá var mættur búinn að lesa skothöndin hérna hjá Jóhanni Reyni. Jóhann lendir hann í Einari Rafni, Einar Rafn frábærlega gert í honum. Höndi komin upp, kemur þetta skot sem lekur í markið, Niklas var í þessu, en Jóhannesberg með þriðja mark gestanna, minnkar í 3-4 eða 4-3. Já, við erum bara í smá vandræðum að finna opnanir á þessari öflugu vörn gestanna. Þá ekki búið að skora númer 4 mínútur núna og gestirnir á 2-0 kafla. Einar Rafn með þessa hreyfingu, kemur sér í gegn og skorar af harðfylgi.
Þetta gerir hann ekki að 5-3 fyrir Káa. Boltinn á línuna og Óðinn, já, það er að stoppa á síðustu stundu þann Arnar sem var búinn að leysa inn. Óðinn vel vakandi. Þessi ánægði með þetta að það er búið að koma beiðinni frá ljósmyndurum fyrir norðan að Óðinn kom með eitthvað skrautmark helst sem fyrst fyrir norðan. Nú vilja Ólmur mynda sem hann tekur upp á. Þetta er frábærlega spilað, galopna hornið og Arnar Steinn skorar af öryggi, setur á nærhornið, minnkar í 5-4. Hérna ekkert dæmt og gestin geta jafna metið skyndilega. Jóhann Reynir losar hann, þetta er vel gert til að vinna þetta boltan vinna, opna hornið en núna klikkar Arnar. Já, þetta var vel gert hjá Víkingunum. Náðu að halda flota bolta í yfirtölunni sem endaði í flottu færi þarna í hægra horninu. En þá gerum við skiptingu á vinstra horninu okkar. Arnar Freyr Ársalsson mætir til leiks. Jói fara aðeins að pústa og þessu nýtti færi sitt vel sem hann fekk á hann. Patti losar hann Einar milli eitt að 2 og setur hann í stöngina. Frákastið er hjá Hjalta og Víkingur fær aftur möguleika á að jafna, fyrirháleikur að vera hálfnaður. Benedikt fær þetta aukastið en mér fannst nú eiginlega lítið af þessu og Jonni hefur sammála því. Mér fannst hann eiginlega bara að fá að keyra á þetta og taka skotið. Næja, áfram með smjörið. Aukast hérna, brottið á Arnari Steini. Það finnst nú lítið að vera núna. Skotur utan og já, Niklas Satsson heldur áfram að eiga flottan leik hérna. Niklas Ver boltinn í horn á Óðinn reynir að losa sig og já, það er aðeins í sér heyra þarna. Það var að meira að búið að hanga í treyin heldur en honum sjálfum. En áfram með þetta. Káa marki yfir og við leitum að 7. markinu. Við ætlum að leiða þennan leik. Þegar gesturinn hefur jafnað þetta. Kemur Einar að losar hann á Patti með pláss, losar hann á línuna, brotið á Arnari, spurði með brotti svona þarna. Benedikt er nú bara hangandi aftar í honum og alveg geta sitt 5 mínútur á þetta, en hann sleppur. Þetta losar hann Einar. Áfram á Jón. Já. Þessir Arnar aftur. Og fáum hennan geggjaða sirkus hjá þeim örfendu félögunum. Einar Rapp sendingur á Óðinn og Óðinn skilar þessi netið að sjálfsögðu geggjaðir þeir félagar. Þeir tveir og Arnar Freyr ætla að gengur til liðs við Káa fyrir tímabilið. Bara í einum pakka. Þeir eru að ég best veit að upplifa drauminn þeir félagarnir að njóta lífsins hér fyrir norðan. Virkilega skemmtileg karakterar og þetta var gaman að sjá. 6-4 fyrir Káa. Ja. Nóta línuna gengur ekki og fá uppkastið. Finnst þið vera að flauta aðeins svo mikið. Það er bara að þeir losuðu bolt, tóku sensina á að losa boltan og það gekk ekki. En fín hreyfing hérna. Já, Jóhannes Berg, hann er að skora 5. mark gestana. Kom með 2 mörk. Einar Rapp í gegn.
og það vítakasti og tveggjandi Brottesson. Já. Algjör óþarf að fara Einar hérna og Arnar Huginn Ingason fer út af í Brottesson og Einar Rafn sjálfur á punktinn. Sótti víti líka á hann skoraði. Það sinnum talað að segja vindalega gott að taka víti sem hún sækja sjálfur. Einar Rafn hefur engan áhuga á því að láta einhvern annan taka vítin. Hann klárar það bara frábærlega, sneiðir hann yfir höfuðið á Jóhann Kukubat. Þetta listilega gert hjá Einari. Einar kom með 3 mörk. Og áfram halda þeir Jóhann í markinu. Spila bara manni færri. Við nýttum þann kafla vel á þann og hann náum að gera sér til sama. Og skýta okkur betur frá nýliðunum. Jóhann endur í Ragga. Já, Raggi hann er svo sterkur. Það er svo erfitt að næra kroppa í því og losa sig. Jóhann með boltan áfram. Hvað endar þetta? Lítið að vera, höndin er uppi. Jóhann lendir í Ragga. Nú verður að fara að skjóta, höndin bara uppi lengi. Jóhann með skotið, það er framhjá. Og Káa kemur hérna í setjabyggina. En þeir eru snöggið tilbaka og við stillum bara upp í sót. Við séum litið boltan ganga vel á hann, manni fleiri. Fengum bara fínt hornafæri. Móti gerir bara sitt í sama núna. Arnór Ísak Hallsson veltir hérna inn í vinstri skettuna. Kom virkilega flottur inn gegn Stjörnunni í bikarnum á dögunum. Og ekki lengi að losa boltan hérna áfram. Búið að brjóta. Hann svo kvikur, það svo erfitt við hann að eiga, fær pláss. Það svolítið það sem að myndast núna. Einar Rafn með boltan á Arnór tilbaka, boltin dæmdur af honum. Og við það rennur Brottessonin út og Víkingar komni með fullskipa liðan í. Ekki alveg nægilega vel nýtt hjá okkur, stóðum við þessu vörðina vel. En Káa 2 mörk með 7-5. Línuna gengur ekki. Lótið þarna á Hjalta á línunni. Strangri gæslu þarna hjá Ragga og Arnari. Arnar ekki nómið eins og segja hann sé öflugur í vinstri-hótinu. Hann frábær í bakvörðunum í vörðinu líka. Sterkur strákur. Það bara klókur varnarmaður. Jóhann reynir með skotið og Nikolas Satsvel. Sá að standa sig maður. Sér við honum. Jón Heiðar á Einar Rafn á Arnór Ísak og Arnór Ísak inn á línuna og sjálfsögðu broti. Sáum hérna varinn skot, 6 varinn hjá Nikolas Satsvel, 2 hjá Jóhann hinum megin. 55% varsla hjá Nikolas Satsvel. Það ansi gott. Nú vantar ná að halda því út leikinn Einar Rafn. En Jóhann ver frákast hjá Einari. Og þá tekur Jón Damandarsson þarf að Káa leiklið. Já, Jón tekur leiklið og kíkjum kannski örstuðt á tölfræði liða. Já, hérna sjáum við þetta, Káa 7-5 yfir, Káa búið að nýta 50% sinna skota
Víkingur 1/3 eða 34%. Þessi nýtt hjá okkur að vera að pæla í skotnýtingu líka. Það er gaman að bæta aðeins við. K.A. búið að fá 2 víti og skorum við báðum Einar Rafn Eiðsson. Víkingar 1 víti og skorum við því K.A. skora mest 3 mörk í röð þegar ég beitti stöðunum 1-1 í 4-1. Þá svöruðu Víkingar með 2 mörk í röð og minnkuðu í 4-3. En K.A. leitt allan leikinn. Og Víkingar búin að fá 2 bóttisönir, K.A. enga. Kíkjum betur á tölfræðina í hlénu. Það þurfum við að byrja aftur. Vonandi að Jonni hafi haft eitthvað gott að segja. Finn einhverja lausnir á öflugum varnarleik Víkinga. Þurfum líka þess að reyna að ná keyra meira í bakið á þeim. Og já, kemur þetta geggjað skot frá Einari. Þrumar út í fjarstöngina og gerir sitt 4. mark í leiknum, komið helmingina mörkum K.A. Einar Rafn búinn að vera einhver markahæsti leikmaður deildarinnar síðustu 7-8 árin. Algjörlega frábær kappi. Hefur mikið dálæti að K.A. og það er eins og ég segi frábært að sjá hann loksins mætta norður. Jæja. Þá erum við að vera klára aftur hérna. Búið að þurrka og leikurinn hafði að 9. Víkingar ekki búin að skora núna að verða 5 mínútur sem við sjáum. K.A. með 2-0 kafla á sama tíma. Slakur bolti hérna, smá vandræða með Jóhann nær boltanum og kemur núna á ferðinni með smá plás en losar boltan áfram og Niklas Ver frákastið hjá Óðni og Valið heldur áfram að keyra á þetta brotið að Einari frá. Munir náttúrulega mikið það að Niklas er heldur betur búinn að byrja leikinn af krafti. Það gengur hins vegar erfiðlega að ná að keyra í bakið á Víkingunum. Þeir eru agaðir fljótið tilbaka. Og þetta er svo vel opnað vinstri þá fyrir Arnar Frey. Hann skorar sitt fyrsta mark í leiknum. Og kemur K.A. í 9-5. Þurfum að sýna þolum að klára þetta og þetta opnar hornið, missa boltan og K.A. fær boltan. Það var klaufalegt, reyndi að opna hornið fyrir Arnar Gauta en hann mista boltan. Sá hann að Einar Danska kom á ferðinni og það greinilega hræddi hann eitthvað. Nei, 6 mínútur eftir af þessum fyrri hálfleik. K.A. í 3-0 kafla núna. Geta náði 4. Óðinn sækir vítið, keyrði þarna á auðasvæði milli 1 og 2. 2 mínútna brottvísun, frábælega gert hjá Óðni. Já. 2 mínútna brottvísun á leikmann nr. 5 Arnar Gauta Grettisson og Einar Rafn Eiðsson fer að punkti í 3. sinn í kvöld. Fyrsta skipti sem að fer að punkti á þess að hafa sótt vítið sjálfur. Og Einar Rafn Magnússon í markinu gegn honum. Einar. Já, finnur leiðina fram í Rafna sínum. Einar Rafn Eiðsson skorar fram hjá Einari Rafni Magnúsinni. Og staðan 10-5 fyrir K.A. 4 markakafli og Víkingar manni færri. Þetta lítur vel út en við þurfum að halda áfram. Og ekki gefa gestunum neitt möguleika á að fara með eitthvað hérna úr K.A.-mælinu.
Jóhann reynir, ekki sáttur. Erfitt að tjá sig inn í káminu þegar það er stemning. Og enda svo á því að Jón Hjálmarsson er tekinn hérna af Ragga þegar hann hafði leyst inn. Hann heyrði illa í Jóhanni áðan og leysir núna aftur. Pætur er mjög tæpur hérna, nær ekki að stoppa hann Styrmi Sigurðarsson með sitt fyrsta mark, minnkar í 10-6. Fyrsta mark gestanna manni færri, lítið dagsins ljós núna og þeir ná að höggva hnútinn. Einar upp, en Jóhann er að krafsa í boltan og ekkert aðeins að reyna skotið þarna, kom enginn út á móti og Einar er öflug skytta en Jóhann sem bara sá við honum, gerir það vel. 4 mínútur eftir að fyrri hálfleik og mikið alltaf ná að leiða þetta samfærandi í hliðinu. Hlutskipa liða gestunum núna. Pætur algjör óþarfi, hann var löngu búinn að missa manninum og rífur aftur í treyjuna. Þetta er ekki nokkuð spurning, Tvökkjönda Bróttarsson á Pætur. Já, Pætur er ekki alveg rétt stiltur finnst mér. Og hann fara aðeins að hvíla. Fyrsta Bróttarsson á KA-liðið kominn. Einar Birgir tekinn út af og í hans stað er Einar Rafn mættur í vörðina. Einar ætti að fá aðeins að hvíla svo vartanlega. Sjáum hvað Víkingar gera manni fleiri. Finna línuna en Óðinn er að loka á einn staði og Galóttast horni en þarna frábær varslega á Niklas en frákastið hjá Hjalta Má, Hjalti skorar. Já, svekkjandi hérna frábær varslega á Niklas Hatsvel en frákastið hjá Arnari og Arnar fyrir þetta vel, jæja, Káa með auðvunnsókninni. Sjáuði þetta hjá Óðni Þór Ríkharðssyni. Hvað er að frétta með hann Úlli á kappanum? Svífur í loftinu heil lengi og svo skrúar hann eftir einhverja svakalegustu Úlli-streik sem ég séð í fjárhóðni. Kemur Káa í 11-7, þetta töfra með þessi kappi. Þetta er veisla fyrir okkur að vera með hann hérna í Óli-stundinni og hvað þá hérna í Káa-milinu. Þetta er vel skotið hjá Gísla Jörgen. Káa áfram með markið aukt meðan Niklas fer út af 15 sekundir í mannin cirka. Einar á Jón Heiðar, þeir komið ansi utalega á Jón Heiðar. Það var fín setjumbreyting hjá honum, opna hotverði, Óðinn, já. Nær að fá Jóhann til að setjast og svo laumar honum upp í hotni fjær. Útrúlega gaman að fylgjast með þessum gæja, sérstaklega fyrir mig sem er svona fyrir hotnamaður að sjá einhvern svona gæja sem er gjörsamlega búinn að mastera þetta frábær slúttari. En þetta gerði Jón Heiðar vel, kom með flotta stefnumbreytingu tilbaka og fyrir vikið opnaði svæði sem endaði því að Óðinn fekk þetta fína hotnafæri, 12-8. Fyrir utan af vörninu og endar í horninu Gísli Jörgen skora. Niklas var mættur í fjárhóðnið.
og Gísli Jörgen komið 2 mörk núna á skömmum tíma, koma öflugur núna. Loka myndagenginningar, K.A. 3 mörkum yfir, viljum helst þeirra 4 mörkum yfir. En sjáum hérna, Styrmir kemur ansi langt út. Þessari 5 vörn gestana. Patti tilbaka á Jón Heiðar í gegn og setur boltann yfir. Flott færi en skotið ekki nægilega gott. Og Víkingar fá hérna séns á að minnka í 2. Fljótt að breytast og gleymum því ekki að það eru Víkingar sem byrja með boltann seinni. Þetta getur verið mikilvæg sókn upp á það. Þeir gæti þá skyndilega minnka munin í 1 mark ef þeir skora hérna og fyrstu sókninni í seinni. Þannig við þurfum að standa þessa vörn. Lítið eftir, hver tekur skotið. Þetta skot hins vegar víðs fjarri og tíminn búinn. K.A. leiðir 12-9 hér í hliðinu. Segja sanngjarnt að K.A. leiði þetta en Víkingarnir hafa hins vegar átt flotta spretti og þetta hvergi nærri búið. Kíkjum ástætt á tölfræðina. Byrjum bara á að kíkja á lið K.A. Sjáum hana hér. Einar Rafn Eiðsson, markahæstur K.A. með 5 mörk, búinn að skjóta svolítið eins og hann á að gera sem okkar helst að skytta. Óðinn Þór Ríkharðsson 3 mörk úr 3 skotum, geggjaður gæi, eins og ég mun ábúið að segja ansi oft í vetur. Patrik Stefánsson 1 mark úr 2 skotum, Arnar Freyr Ársælsson og Einar Birgir og Jóhann Geir Sævarsson allir með 1 mark úr 1 skoti og Pætur Mikkjalsson með eina brotthussun og Nikolas Satsvel 8 varin skot, 47% varsla. Það munar ekki það, geggjaður gæi. Sjáum svo gestina, það er Gísli Jörgen Gíslason og Jóhannes Berg markahæstur með 2 mörk og Benedikt Elvar Arnarsteinn, Styrmir Sigurðar og Jóhann Reynir á Arnar Huginn allir með 1 mark og Jóhann Reynir, Arnar Huginn og Arnar Gauti búin að fá brotthussun. Í markinu er Jóhann Kukubat búin að verja 4 skot, 27% varsla og Einar Rafn hefur reynt við 1 víti en náði ekki að stöppa nafna sinn Einar Rafn Eiðsson. Kíkjum á tölfræði liða. 12-9 fyrir K.A. hér í liðinu. Skotningin betri á K.A. 57,41% og öll vítin til þessa verið nýtt. 3 hjá K.A., 1 hjá gestunum. K.A. skora mest 4 mörk í röð þegar beitti stöðunni úr 6-5 í 10-5 og það er líka mesta fórtun í K.A. 5 mörk, gestunum aldrei yfir í fyrri hálfleik. K.A. 25 mínútur og 8 sekúndur í fórustu af þessum 30 mínútum og já, með 3 tapabolta gegn 2 á gestunum en Nikolas Satsvel hins vegar búinn að eiga flottan leik í markinu, búinn að verja ófáa boltana. K.A. með 1 brotthussun, gestunir 3 og sjáum hérna svo K.A. með 2 mörk manni fleiri, gestunir líka og manni færri K.A. 2 mörk gegn 1. Já, þetta er flott. 1 mark á gestunum eftir að höndinni var komin upp og eftir að tímalínan góða, sá hvernig leikurinn hefur spilast. Er þetta að sýna sjónvarpinu eftir útsendingu? Sjáum þetta, K.A. kemst í 1-0 þegar jafn í 1-1, síðan hefur K.A. leitt þetta tiltala samvarandi og leiði 12-9 í hliðinu en við leiðum þess að lifa núna út hálfleikin, komum svo fersk í seinni hálfleik, sjáumst á.
Já, þá erum við að verða klár í síðara hálfleikinn. KA 12, Víkingur 9 eftir fjörugan fyrri hálfleik. KA komst 5 mörkum yfir í stöðunni 10-5 en gestirnir svöruðu því vel undir lok fyrri hálfleiks og munur því 3 mörk og þeir byrjaði boltann, geta minnkað þetta í 2 mörk. Sjáum hvað er breyttað upp á hérna. Innlesingin frá Jóni Hjálmarsinni úr hægra horninu. Fín hreyfing inn á línuna en Óðinn er að stöðva Jón sem að leysa það út í kjölfari. Spila aftur með eina línu. Hvað endar þetta? Lítið að vera, höndin eru uppi. Gísli með skotið, Niklas er mættur, frákastið beint hjá Jóni Heiðari en boltinn fram klikkar hjá honum. Og við þurfum þá aftur að standa vörðina. Það var erfið sending en vel gert hjá gestunum Jóhannes Berg sem að náða að loka á þetta. Það er aftur einnig frá Jóni og brotið á endanum á Styrmi. Styrmi var komin í smá vandræði þarna en fekk aukastið á lokum. Þurfum að vera þolinmóðir, boltinn á línuna, frábær vörn hjá Ragga á línunni, stoppar hann að Hjalta Má. Hver tekur að skarið, það er að fara að koma á skot. Það verður ekki bara Styrmir, hann er að finna línuna, gengur ekki, laus boltinn fram. Og frábær bolti þarna hjá honum Gísla. Og sjáu þess á vörslunni hjá Nicolas Satsvel. Það gerði hann virkilega vel. Nicolas varði frá Styrmi og Nicolas heldur áfram að eiga frábæran leik hérna í marki KA. Og við bíðum enn eftir fyrsta marki síðari hálfleiks. KA fær loksins venjulega sókn núna, við erum bara að reyna að keyra í bakkið á gestunum. Það er ekki gengið. Einar á Jón Heiðar, eins og við haldum að spila framlíkjandi 5-1. Einar á Jón Heiðar hótar lýsingin, keyrir svo bara á þetta sjálfur en stöðvar af Gísla. Höndin strax komin upp, þurfum að sækja meira á þetta. Patti keyrir á þetta, Arin Olsson á Einar Rapp, gengur ekki en við eigum boltan, fór hérna af Víking. Einar reynir að keyra á þetta, brotið á honum. Skilur að stilla upp bara fyrir Einar, tíminn stopp. Fór hérna klístur af skónum á gólfið. Einar inn á línuna, frábærlega leyst inn hjá Arnari en Jóhann sér við honum, frábærlega útfært hjá okkur en Jóhann Kukubat á andanum vaxinn í markinu. Og þetta er ruðningur, já, Jón Heiðar vel staðsettur þarna og Jóhannes Berg keyrir hann niður. Einar Rapp og svo er boltan, höldum við flotti, Patti niður í hornið og Arnar Freyr, já, stöngin inn! Hoppa verður tegið, þetta var ekki í stærsta færi heimi en Arnar klárar þetta virkilega vel. Hans annar mark í leiknum og KA 4 mörk við 13-9. Hér eru sko allir með.
engin staður sem skemmtilega að vera á heldur en KM-lið. Þá kemur Hjalti Már með þetta skot fyrir utan. Það gerði hann vel. Fékk þetta tíma til að athafna sig og gerir sitt 3. mark. Jón Heiðar tilbaka á Pattirinn, hótelínsningin eins og bara brotið á honum. Og það eru einhver smá árekstur þarna. Sýnt var Jóhann Reynir sem að fengið eitthvað högg þarna. Já, þannig að hann fengið olbóðan eitthvað á Patta í sig. Patti var að reyna að losa sig. Algjört óvilja verk, en það er lagið með Jóhann og hann heldur áfram. 13-10. Skyggja hérna áfram vel að miðjunni hjá okkur. Patti og Jón Heiðar. Einar Rafn með þetta skot upp úr nákvæmlega engu, en hann er með svo geggjaðan kraft í þessu skotum. Jóhann sér þetta seint, steinliggur og við sýnist höndin á honum hafa í kjölfæri dangast aðeins í Jóhann Reyni sem hann liggur eftir. Nei. Sjáu það, fyrir aðeins í gagnu og Þetta er bara óvilja verk. Einar Rafn var að reyna að skora. En Jóhann Reynir kominn aftur á stjá. En það þurfi ekki líklega að hvíla í 3 sóknir fyrst það var ekkert brot og hann þurfti aðhlynningu. Þetta skrítin regla í handboltanum. Vissulega verður að reyna að koma í veg fyrir leikaraskap með þessu að leikmenn sem að fá aðhlynningu þurfa að hvíla í 3 mínútur, en mér finnst þetta yfirleitt alltaf enda svo að leikmaður sem að verður fyrir hnjaski þarf að hvíla og spila minna. En hvað það? Þetta er svona reglurnar. KA 14, Víkingur 10. 5 mínútur að vera búnar af þessum síðari hálfleik. Víkingar í sókn. Ég segi hérna, eina sem ég finnst virkilega vanta hjá KA, það er að ná að keyra í baki af Víkingunum, en þeir eru agaðir gestirnir. Ná að halda boltanum floti, vel gert, kemur Gísli Jörgen með þetta skot, býður lengi í loftinu, sér svo að Niklas er farin í nær og skellir boltan í fjærhornið. Við kláraði honum 11. mark gestana, 3. hjá Gísla. Einar, það er gott að vera í Óðinn, Guðmundur Hugsun. Patti á Jón tilbaka, fín hreyfing, næstu sloppin í gegn og lendir á endanum á honum Hjalta sem er að stoppa hann. Þetta var frábær hreyfing hjá Jóni. Höndi komin upp. Einar Rafn. Aftur sirkus og þetta steinliggur. Nú er það Patrekur Stefáns sem skorar. Einar Rafn Eiðsson. Hann pantar þetta sirkusverk á færibandi. Frábærlega gert. Frábærlega gert. Og við vandrar hann höndinu uppi og gefum bara Einar með þetta konfett og Patti klárar frábærlega. 15-11. Æja, fyrir svara gestin þá að varið á Niklas og dæmt svo lína í kjölfarið. Þetta var mikilvægt. Niklas með frábæra vörslu og óopnir svo í kjölfarið hjá gestunum. Dæmt lína í frákastinu. KA getur náð 5 marka fórystu. Einar losnar hann kemur með þetta skot sem er varið á Jóhann og
boltinn bara döður í teinnum. Það var ekki alveg nægilega gott skot, það var eins og ágætið stöðu. Sjáum þið Arnar Frey. Þetta gerir hann vel, hann kvikur, hann Jóhannes Berg. En styrkurinn í Arnari sá til þess að náða að stoppa hann. Gísli með þetta skot, steinleikur, hann að leika sér eða skora þetta, menn verða að mæta honum. Gísli Jörgen kom með 4 mörk. Mér finnst hann vera svona helsta ljósi í sóknarleik gestarna núna. Við erum að spila fína vörn en það er Gísli sem er að ná að losna. Þetta er ennþá heldur betur opið og spennandi á okkur hér í K-mælinu. Einar Rafn á Jón. Jón losar hann á Patta, Patti baka, hér erum við pláss, Ottnur og Óðinn, ekki stærsta pláss í heimi, reynir að senda klofið, frákastið við Einari, Birgir sem skorar og við finnum markið endanum. En sjáu þið trúna sem við höfum alltaf á Óðinni. Þetta er ekki stærsta færi í heimi en bara því við vitum að Óðinn er að fara þarna þá höfum við trúið að muni alltaf skora. En Einar Birgir náði frákastinu skoraði og aftur 4 marka munur. Slagt skotana hjá Jóhannesi, hann var komin í svona allt í lagi stöðu en skotið ekki nægilega gott. Einar brotið á honum, Gísli Jörgen ætlaði að fiska ruðning, áfram með smjörið. Víkingarnir vildi fá ruðning, KA vildi fá að halda áfram, þannig að það er ekki alltaf tekið upp með seldur að vera dómari. En svo sem alveg rétt hjá Víkingunum að Gísli svona virtist að koma inn í stöðu en ég skýða svo sem ekki alveg áfram, bara halda bara leik áfram. Þá að spila 7-6 núna, manni fleiri. Við erum með 2 línunni, þá Pætur og Einar Birgi. Það endar, fengum ekki hornafæri þarna fyrir Arnar Frey. Höndin uppi, lítið að finna 8 hérna, manni fleiri. Einar Rafn á Jón Heiðar. Jón Heiðar finnur Einar Birgi á línunni en Einar Birgi setur hann framhjá. Frábærlega gert hjá Jóni að finna Einar þarna en mér fannst nú vel að Jóhann standa alveg út í stöng, hann hefði verið að setja hann á fjær í staðan fyrir að reyna að lauma hann nær þarna en auðvitað segja svo sem eftir á. Og Jón Gunnlaugur Viggósson tekur leikhlé fyrir hönd Víkinga. Sjáum þetta markaðastu menn, Einar Rafn Einarsson markaðastur að KA með 6 mörk, Óðinn Þór með 3, Patrekur Arnar Freyr og Einar Birgi allir með 2 mörk, Gísli Jörgen 4, Jóhannes Berg 3, aðrir minna. Já, Einar Rafn að eiga flottan leik hjá okkur. Já, 16-12 fyrir KA. Og þetta leikhlé hjá gestunum búið. Sjáum hvort þeir hafi einhverja lausni. KA núna búið að skipta yfir í 7-6 og Jón líklegast aðeins að reyna að fara yfir hvernig það ætlaði að stoppa þetta. Þessu gekk fyrsta vörðin hann mjög vel. Og Óðinn við það að stela sem bolta en rétt mista á hann með endanum.
Kemur Gísli með pláss og það er aukastið. Letta hann aðeins í honum Pætri. Gísli aftur með pláss, lendur núna Einari Rafni. Já, það er búið að fara vel í það svona helsta skotarinn hjá Gestar er búin að vera Gísli Jörgen núna. Við þurfum að mæta honum vel og við erum að gera það núna. Höndurinn uppi. Flottur varnarleikur Gísli með skotið. Það er varið, endar farin í teig og Káa fær boltan. Erum í yfirtölu að keyra á þetta. Nei, náðu ekki. Og þeir eru búin að ná að bakka gestirnir. Káa stillir því upp í sókn. Frábær bolti frá Einari Rafni, læra laum honum inn á línuna. Það er Pætur Mikkelsson, hans fyrsta mark. Og Pætur er svo að brjóta af sér í vörninni. Já. Fimm marka munur. Og erum við að ná að slíta okkur frá Víkingunum. Missa hérna boltan. Erfið sending hérna niður í hornið og hann endar út af. Jón Heiðar niður í hornið. Arnar Freyr í fínu færi, reynir að setja hann yfir Jóhann en Jóhann nær að átta sig og lokar á þetta. Ekkert galinn tilraun hjá Arnari en Jóhann svo handan með vaxinn. Varinn skot 12-8. Jóhann aðeins að minnka munið þar. Og þetta endur svo ruðningur hérna á Benedikt Elvar Skarphéðinsson. Keyrði á þetta, það var bara engin opnun. Og Káa getur náð 6 marka forystu hérna. Gestirnir ekki búin að skora í 5,5 mínútu. Einar Rapp setur hann á Patti með pláss og þrumar þessu annarstöngina. Jóhann búinn að taka skrefið í burtu og þá steinleikur þessu bolti. Það getur Patta 3 mörk hjá honum. Höndi sast komin upp, það vantar ógnun í þetta, þeir eru bara í vandræðum gestirnir hérna. Brotið á Benedikt. En við þurfum að keyra á það núna þegar þeir eru í vandræðum gestirnir. Frábær varnarleikur hjá Arnari Frey, hann er svo geggjaður í bakverðinum. Einn af betri varnarmönnum deildarinnar á nokkuð svafa. Og dæmt svo skref þarna á Jóhannes Berg og Káa kemur hérna í setjumbyggina en þeir eru áfram agaði tilbaka. Þeir eru að hrósa gesturinn fyrir það. Síðari hálfleikur hálfnaður. Káa kom með fínt tak á leiknum. Það var Einar Rafn Eiðsson aðeins að hvíla og Allan Norberg eftir í hægri skyttuna. Spilaði sem skytta upphældi alltaf yngreflokkana og það er svolítið í færisku deildinni líka. Það er svo sem verið þekktastir fyrir norðan sem hornamaður og kemur boltan hérna inn á landa sinn Pætur, en Pætur er ekki að grípa boltan. Sendi ekki fram og frábærlega klárað þarna hjá honum Arnari. Hann er hugaður, enda Arnar huginn og hann
snýr boltan þarna laglega í fjárhóttið. Þetta er hefði nú haldið að vera meira en ekki neitt, heldur bara aukast. Stekkur þarna í skothöndin á Patta. Patti, já, samansinnis vildi fá eitthvað hana, annað en bara aukastið. En hvað er það? Leikurinn heldur áfram 18-13. Lýsingin frá Arnari Frey. Allan losar hann á Jón Heiðar með frábæran snúning. Kemur í gegn og skorar. Já, Jón Heiðar Sigurðsson kom með sitt fyrsta mark. Og svo kemur Ragnar Snær með þessa öflugu vörn. Sem var ekki eitthvað aðeins hafa meitt sig. Það þarf nú svolítið til þegar hann meiði sig. En já, þetta þarf að líta vel út. 6 markamunur. Og varnarleikurinn er búinn að vera virkilega góður hjá KA-liðinu. Bíðum ennþá að sjá hvort að við sjáum eitthvað af Óla Gústafssoni í leiknum. Það er vera meiddur. Sjáu þið þetta. Benedikt er bara eins og einhver hrísla þarna í höndunum á Ragga. En eru þeir að keyra á Ragga og Raggi, hann elskar þetta. Hann elskar að fá að taka aðeins á mönnum. Og þegar hann nær takinu þá er ekki séns að losnir. 13 mínútur eftir af þessu og Víkingarnir þurfa að finna einhverja leiðir framhjá þessari frábæru káu. Þar fyrir aftan er Niklas Satsvel búinn að eiga flottan leik líka. Höndin er uppi. Hver tekur skotið? Giska á Jóhann Reyni og þetta kemur það og hann steinliggur þessi bolti. Niklas sér hann seint en er einhvers veginn búinn að veðja rétt horn. En það var ekki nóg. Jóhann Reyni kom með 2 mörk úr 8 skotum, 25% nýting og náða að laga nýtinguna töluvert með þessu skoti. Jón fyrir þetta finnur Allan reyna að komast í gegn en það stöðvar endanum af Benedikt. Allan fín hreyfing, vinnur þetta mann og Patti klárar í kjölfarið. Já, þessi hliðarhengi á Allan grunnurinn að þessu og svo kemur Patti á hárréttum tíma og lauma boltanum í netið. 20-14, Patti komið 4 mörk úr 5 skotum. Það er vel, 80% nýting. Og Víkingarnir halda árum að reyna að finna lausnir á varnarleik KA. 14 mörk komin hjá þeim. Þetta er svona frábær hreyfing. Og sækir hérna vítakast. Það er ekki oft sem að sér Arnar finta hann svona. Komið ákveðist taka Jóni þarna en Jón kemur svo með snúðsvinduna og Arnar Huginn Ingarsson skorar svo á punktinum. Komið með 3 mörk. Já. Eftir 5 markamunur. Meðan við erum að finna leiðina fram með Jóhann í markinu þá hef ég ekki mikið áhyggjur af þessu. Víkingar að hafa rosalega mikið fyrir mörkunum sínum. Patti, já, klínar hann upp í skeytin fjær. Já, hann er að leika á allsóti hérna. Og Allan með flotta vörn, já, 21-15, 10 mínútur eftir að þessu og þetta lítur orðið ansi vel út hérna í KA-milinu.
Tilbaka á Jón. Jón kemur skotið að enda var beint í Ragga. Það svo saukastið en eins og ég segi, þeir eru að hafa rosalega fyrir þessu gestirnir og þetta gengur þetta sem ekki bras. Það þarf ekki mikið að breytast ef þeir ætla að fá út úr þessum leik. Jóhann boltan áfram og kemur þetta skot. Ok, þetta er vel klárað hjá Benedikt þarna. Komum með 2 mörk. Gæti áfram í 5 mörk. Allan, fín hreyfing hjá honum. Aðeins tempóið þarna. Jón Heiðar 8 fyrir Arnar en brot á Jóni. Seifi bara búin að vera að hvíla inn að Rapp núna. Hendi komin upp. Á Jón, Jón er í horni og Arnar í ágætisfæri en Jóhann sér við honum. Já, Jón Kúkur bara lítið út á Hannesett í dag, búinn að eiga flottan leik. Benedikt keyrir á þetta og stoppaður. Teitur Mikkelsson, svona að finna taktinn betur. Þetta er ekki bestu innkomin að koma inn á í fyrirháleik en búinn að vera vaxandi. Hérna í Arnari og þá er ekki að sögum að spyrja. 8 mínútur eftir að þessu og líklega stutt í höndina. Já, höndi komin upp. Þá tekur nei, Jón tekur ekki leikli. Tímaður Magnús Sigurðsson, hann beðist afsökunar þessu. Það er ekki jú, hann tekur endan á leikli. Ok. Þessi Einar Rafn Eiðsson markahæstur í KA-liðinu. Já. Þess að við kíkjum betra tölfræðina að leik loknum. Við sjáum hérna Einar Rafn Eiðsson, markahæstur KA með 6 mörk. Hann skorar 3 vítum, nýtti öll vítin, fiskaði 2 vítin sjálf og svo með 5 stóðsendingar. Og það er búin að vera að hvíla hann síðustu mínútur. Þetta er, ég segi, gaman að sjá mættur í KA-treyjuna. Eins og þeir Óðinn, Arnar Freyr og Teitur. Já, hann reynir og hann reynir ekki bara, hann skorar líka. Minnkar þetta í 4, 2 mörk í raununa hjá gestunum og eru þeir að koma sér aftur inn í þetta. Einar mættur aftur, fyrir þetta og Patti með skot í stöngin inn, já. Þeir eru mikið einfilsir að Einar Rafni og svo sem skiljanlega en þá er bara Patti að nýta sér það. Það er að losna hann og hann er komið með 6 mörk hérna, frábær Hávard en boltinn endar hjá Jóni Reyni. Mikilvægt að við náum að klára að leika sigla inn 2 stigum. Þá var KA með fullt hús eftir fyrstu 2 umferðirnar. Við séum flottan sigur að HK í kórnum á dögunum. Jóhann Benedikt í hornið, náðu ekki að opna hornið hins vegar. Jóhann með skotið og núna sé Niklas við honum.
Niklas ekki búinn að ná að verja bolta í smá tíma núna en mættur aftur er hann vel 22-17. Já, ég veit ekki alveg hvað Jóhann Reynir er að setja út á núna. Hann er mikið að gagnrýna liðsfélagana. Hann kom með 3 mörk sjálfur. Einar á Jón Heiðar, ok. Vantaði liðsfélag þarna, hann geti haldið boltan áfram og klókur að fá bara fríkastið. Þetta er óþarfa séns að lúsa boltan. Einar á patta af höndi komin upp núna. Jón Heiðar sækir á þetta, fær uppkastið, það tekur Jónatan Magnússon leikli. Já, sjáum hérna Patrik Stefánsson 6 mörk, 8-10 og 6% skotýrting. Þetta er bara virkilega flottur leikur í honum. 1 stóðsending, 2 tapaðir boltar og 1 guldspjald. En ég segi að Ból Ósnarsson svolítið Patta og hann er búinn að skora 6 mörk úr 7 skotum. Ansi vel gert í honum. Sjáum hérna örstutt áður fyrir mattarastað tölfræðiliðana 22-17 fyrir Káa. Skotendingin 59% Káa-liðinu gett 47 og Káa verið í fórustu allan leikinn. Tapar boltar 5 hjá Káa, 6 hjá gestunum og markvarslan 13 hjá Niklas Satsfeld gegn 9 boltum hjá Jóhann Kukubat í marki Víkings. Lítið út á markmanninn að setja í dag, báðir búin að flottan leik. Þetta er farið aftur á stað, kemur Einar Rafn með pláss, hótar línusendingunni, gengur ekki og kemur svo með hana í Pætur, hann var bara eins og allir hinnir, bjóst ekki við neinu. Það tapaði bolti á Einar Rafn og kannski meira Pætur ekki verið klár. Þetta er Niklas mættur verið vel en boltin endar á Gísla Jörgen og Víkingur fá aftur séns. Þetta er ekki búið. Jóhann Reynir, við finnum línuna, gengur ekki, enda bara hjá Jóni Heiðari sem stelur boltanum. Og Káa getur svo gott sem gert endalega útvörðu við markið núna. Patti kemur á miðjuna. Losar hann á Einar Rafn, Einar á Jón Heiðar með skotið, frábær varsla hjá Jóhann Kukubat. Og með 10 varðir boltar hjá honum. Víkingarnir eru ennþá á lífi hérna, þá þetta sé alltaf að verða erfiðara. Þeir eru ekki búin að skora mark núna í 3,5, Káa í rétt núna 3. Smá byggt til markið núna. Og Niklas bara ver hennar bolta, brotið svo Einar Rafni í háp, vel gert hjá Niklas að verja frábæla hér í dag. Óðinn Þór Ríkharðsson kemur hérna aftur í hornið. Leysir núna í kjölfarið, oftast allt er í Patta og Patti getur ekki hægt að skora. Patrikur Stefánsson
Já, sjáu þið kappan, 7 mörk, 8 skot. Very good. 23-17, þetta, ég held að finnið allir, þetta er komið 3 mínútur eftir. Víkingarnir eru búin að skora 17 mörk, eru ekki að fara að skora 6 eða 7 mörk á þessum 3 mínútur sem eftir eru. Gísli með skotið, varið hjá Nicolas Satswell. Heldur árum að kóruna flott að leggja sér. Og Káa er að sækja góðan sigur í fyrsta leik á heimavelli. Þeir eru það með 4 stig af 4 mögulegum eftir þessa fyrstu 2 leiki í vetur. Þetta er allt eins og við viljum hafa. Aftur reynum við Sirkus, gengur eins og var ekki núna, er búin að lesa þetta. Keiraðir á okkur, Jóhann Reynir, losar hann. Og slagt skot þarna frá Jóhannesi. Og Arnar Freyr, nei, boltinn gengur ekki til hans, nú er komið smá kæruleysi í menn. Enda úrslitin er ráðinn. Káa 23, Víkingur 17 og slök sendingin á línunni, ekkert dæmt. Nú er ég alveg til í bara, já, Jóni tekur leikli að við klára þetta fullur krafti. Kíkjum betur á tölfræði liða á eftir en kíkjum kannski örstutt á markaskorarana á helstu. Sjáum við þetta, Patrik Stefansson kom orðið markastur í liði Káa með 7 mörk, Einar Rafn Eiðsson með 6, Óðinn Þór Ríkharðsson með 3, Arnar Freyr og Einar Birgir báðir með 2 mörk. Hjá gestunum Gísli Jörger Gíslason með 4, Jóhann Reynir, Jóhannes Berg og Arnar Huginn allir með 3 mörk, aðrir minna. Já, Káa-liðið er að sækja 2 virkilega flott stig í hús. Eins og ég sagði fyrr í útsendingunni, það getur oft verið krefjandi að spila á móti nýliðurum í upphafi tímabilis þegar menn eru heldur betur klárir í að sýna sig og sanna. En Káa-liðið er búin að klára núna báða nýliðana í fyrstu 2 leikjunum. Og þrátt fyrir tölvöra breytingar á liði Káa fyrir veturinn, þá verður stafvöldin að byrja þetta vel. Þetta mun bara verða betra og betra, þetta slípast betra og betra til hjá okkur. Jón Heiðar á Einar Rafn, Einar á Patti á Einar með flotta skotfintu og bara uppkasti. Bara spurning hversu stór sigur Káa verður. Mætti alveg bæta aðeins í þetta. Einar Rafn á Pattin er, slaka sendingu þarna. Pætur var galopinn á línunni og hvað reyndar þetta dauða færi fyrir Gísla og hittir þessi stöngina út og frákastir á Patta. Það bara er ekki hægt að skora þessa myndi núna. Við bíðum ennþá eftir marki, gestur ekki búin að skora í fyrir 7 mínútur. Ja, þá kemur Arnar Freyr núna, þetta var að lauma svo vinnuna og frábær rykking hérna hjá Pætri. En Jóhann sér við honum. Einar Rafn gerir vel í að finna Pætur á línunni en Pætur finnur ekki leiðina fram hjá Jóhann þessu sinni. 15 sekúndur eftir, Jón Heiðar. Svo er hann á Arnar á Einar. Æja, hver tekur skotið? Patti inn á línuna, gengur ekki á Pætri og þessi bolti þetta frammi og þeir ná að minnka munin í 23-18. Arnar Steinn gerði það loka mark en Káa vinnur hér 23-18 sigur á nýliðum Víkings. Virkilega svona sannfærandi sigur hjá Káa-liðinu. Víkingarnir voru svona aldrei langt á eftir en maður hafði aldrei áhyggjur af því að við myndum ekki vinna þennan leik og Káa með fullt úr stiga eftir fyrstu 2 umferðirnar.
það nákvæmlega sem við viljum. Kíkjum á tölfræði KA-liðsins núna. Þar markahæstur Patrekur Stefánsson með 7 mörk og 8 skotum. Einar Rafn Einsson með 6 mörk og 3 úr vítum. Óðinn Þór með 3 af 4. Svo Arnar og Einar Birgir báðir með 2 mörk og Pætur Mikkelsson, Jón Heiðar Sigurðsson og Jóhann Geir allir með 1 mark. Í markinu Niklas Satsvel með 16 varin skot, 47% varsla. Það frábært og ansi gott ef að Niklas ætlar að vera svona í vetur. Sjá núna liði gestana, Gísli Jörgen Gíslason markahæstur með 4 mörk og 9 skotum. Við stoppum aðeins, mér heyrist liðið ætla að fara að fagna hérna, ætlum að fá það í mynd. Já, 2 stig í hús. Já, 2 stig í hús í KA-liðinu og þeir fagna þessu vel og innilega. Kíkjum á rennu tölfræðina. Víkingarnir, kíkjum bara tölfræðiliða. Tölfræðiliða, 23-18 sigur KA. Skotningi 57% KA-liðinu gegn 42. Það munar það. 5 víti í leiknum, 3 á KA, 2 hjá gestunum, öll í netinu. KA skora mest 4 mörk í röð, þeir breytt stöðun úr 6-5 í 10-5. Og Víkingar skoruðu mest 2 mörk í röð. KA 55 mínútur og 8 sekúndur í forystu. Víkingur aldrei. Og á lengsta markaþurfa líka hjá gestunum. Það var erfitt hjá Víkingunum en þeir gáðust aldrei upp og voru svo sem alltaf með í þessu, en KA-lið með svona sannfærandi tak á þessu. Kíkjum svo á dreifingumarkana. 1 mark úr hraðalöpi á sitt lið. Bæði lið með 2 mörk manni fleiri. KA 2 mörk manni færri gegn 1. 1 mark í aukamanni sókninni. Ekkert marki á 1 markið. Og 3 mörk hjá gestunum eftir að höndin að koma upp gegn 1 á KA. Og já, kíkjum svo á tímalínuna. Hálfleiksstaða var 12-9 fyrir KA og eftir það var þetta aldrei spurning, munurinn aldrei minni en 3 mörk í seinni, endar í 5 markaseri 23-18 og ég held að þetta sé bara að verða ansi gott hjá okkur. Frábær sigur í hús. KA 4 stig af 4 mögulegum og við þökkum kærlega fyrir árið. Minnum á að á morgun KA Þróttur Vogum í Kallablækinu. Sjálfsögðu beinni á KA fyrir það sem komast ekki í KA-milið. Og á laugardaginn þá ætlaði risalegur í fótboltanum á okkur. KA FH klukkan 2 á Greifavellinum sem að KA geti tryggt sér 3. sæti í deildinni fótboltanum. Og klukkan 4:30 svo KA Þór gegn Stjörnunni í handboltanum hérna í Ólafsdeild kvenna hér í KA-milinu og verður í beinni á KA-tíð fyrir það sem komast ekki. En ég ætla að fara að setja gott í dag. Ágúst Stefánsson heiti ég, var lýsa þessu fyrir ykkur. Baldur Halldórsson var á myndavélinni og Stefán Jónsson sá tölfræðina. En já, takk kærlega fyrir árið og við sjáumst fersk síðar. Bless, bless!